Ég segi fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3500 og fyrir okkur, ég ætla að byrja á að leita afbrigða frá útsendri dagskrá og bæta 4 liðum við sem verður þá 3. og 7. til 8. liður á dagskrá. Þeir sem geta samþykkt það, gefum merki. Það er 11, takk fyrir það. Og það leggur fyrir okkur dagskrá í 12 liðum. Og 1. liður á dagskrá, það er breytingar í nefndum, lausnabeiðni, tekið fyrir erinda Berglindar Óskar Guðmundsdóttur, varabæjarfulltrúa D-lista, dagsett 7. október 2021, þar sem hún óskar eftir lausn frá störfum í bæjarstjórn, Akureyrarbæjar og öðrum störfum á vegum bæjarins vegna starfa á öðrum vettvangi. Orðið er laust, sem enginn hefur hvað sér hljós, þeir sem geta samþykkt það. Það eru 11 og við óskum henni velfarnar á þessum nýja vettvangi sem er Alþingi. Annar liður á dagskrá, það er lausnabeiðni, tekið fyrir erindi Rósu Njálsdóttur varabæjarfulltrúa M-lista, dagsett 14. október 2021, þar sem hún tilkynnir afsögn sína sem fulltrúi Miðflokksins í ráðum og stjórnum á vegum bæjarins, meðal annars sem varafulltrúi í bæjarstjórn. Orðið er laust þennan lið, sem enginn hefur hvað sér hljós, þeir sem geta samþykkt það, gefum merki. Það eru 11. 3. liður á dagskrá, það er lausnabeiðni, tekið fyrir erindi Elíasar Gunnars Þorbjörnssonar, dagsett 18. október 2021, þar sem hann biðst undan því að taka sæti varabæjarfulltrúa D-lista. Orðið er laust þennan lið, sem enginn hefur hvað sér hljós, þeir sem geti samþykkt það, gefum merki. 11. Komið að 4. lið á dagskrá, bæjarráð til 1 árs, lögð fram tillaga M-lista að Karl Liljendal Hólmgeirsson verði varafulltrúi í bæjarráði til loka kjörtímabils í stað Rósu Njálsdóttur. Orðið er laust þennan lið, sem enginn hefur hvað sér hljós, þeir sem geta samþykkt þetta, gefum merki. 11, takk fyrir það. 5. liður á dagskrá, lögð fram tillaga M-lista breytingu á skipan fulltrúa í fræðsluráði. Hlynur Jóhannsson verði aðalfulltrúi í stað Rósu Njálsdóttur. Viðar Valdimarsson verði varafulltrúi í stað Hlyns Jóhannssonar. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt það, gefum merki. Það er 11. Það komið að 7. lið á dagskrá, breytingar í nefndum fræðsluráð, lögð fram tillaga D-lista breytingu á skipan fulltrúa í fræðsluráði. Heiðrún Ósk Ólafsdóttir verði varafulltrúi í stað Berglindar Óskar Guðmundsdóttur. Orðið er laust, sem enginn hefur hvað sér hljós, þeir sem geta samþykkt það, gefum merki. 11. Takk fyrir þetta. Þá er komið að 7. lið á dagskrá, breytingar í nefndum stjórn Akureyrarstofu, lögð fram tillaga D-lista breytingan á skipan fulltrúa í stjórn Akureyrarstofu. Ásgeir Örn Blöndal verði aðalfulltrúi í stað Berglindar Óskar Guðmundsdóttur og Lára Halldóra Eiríksdóttir verði varafulltrúi í stað Ásgeirs Arnar Blöndal. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt þetta, gefum merki. Það eru 11. 8. liður á dagskrá, heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra, breytingar í nefndum, lögð fram tillaga D-lista breytingar á skipan fulltrúa í heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra. Jóhann Gunnar Kristjánsson verði aðalfulltrúi í stað Önnu Rósu Magnúsdóttur. Orðið er laust, sem enginn hefur hvað sér hljós, þeir sem geta samþykkt þetta, gefum merki. Það eru 11. 9. liður á dagskrá, breytingar í nefndum ársþing SSNE, lögð fram tillaga breytingar á skipan varafulltrúa í ársþing samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Þórunn Sif, já, ég man ekki, Harðardóttir, nei. Þórunn Sif Harðardóttir verði varafulltrúi í stað Berglindar Óskar Guðmundsdóttur og Karl Liljendal Hólmgeirsson verði varafulltrúi í stað Rósu Njálsdóttur. Orðið er laust, þar sem enginn hefur hvað sér hljós, þeir sem geta samþykkt það, gefum merki. Takk fyrir þetta. Þá er komið að 10. lið á dagskrá og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Ná andan, forseti ekki ágætu bæjarfulltrúar. Hér er til umræðu og samþykktar gjaldskrá fyrir Hlíðarfjall, fyrir veturinn næstkomandi og næsta ár. Áherslur eru líkt á síðasta ári þær að reyna að hafa gjaldskrána einfalda, aukna áherslu á hagkvæmni kaupa á árskortum og þá sérstaklega þegar kemur að börnum. Þá er í ár reynt að jafna aðgangseyri á sumar- og vetrartíma. Síðasta vetur var farið að veita myndarlegan afslátt á árskortum til barna vegna COVID og nú er lagt til að halda áfram að bjóða árskort á svipuðum kjörum fyrir þá sem eru staðráðnir í að vera með okkur í vetur og kaupa kort
kaupa þá kortið í október og nóvember. En það þá lagt til að gjaldskrá, það muni kosta 7.300 krónur en hækki síðan þegar það kemur fram í desember í 9.600. Þá lagt til að tekið verði gjald á Hólabraut líkt og öðrum lyftum en áfram verði boðið upp á frítt í Töfrateppi og Auði kaðalyftuna. Að öðru leyti verði gjaldskrá á svipuðu nótum og í fyrra og hún kemur til með að fylgja fundargerð og verður auglýst leið og ef hún hlýtur þá samþykki hér. Takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi ég henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið laust. Sem enginn hefur hvað sér hljóðs sem geta samþykkt framlaga gjaldskrá fyrir Hlíðarfjall, gefið merki. Það 11. Takk fyrir þetta. Þá komið að 11. lið á dagskrá, skilgreining á svæðisbundnu hlutverki Akureyrar til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Árið 2019 þá samþykkti þáverandi stjórn Eyþings að gera nýja sóknaráætlun Norðurlands eystra sem myndi gilda árin 2020 til 2024 og eitt þeirra markmiða sem sett var inn í þá sóknaráætlun undir málaflokknum atvinnuþróun og nýsköpun var að styrkja innviði landshlutans með því að skilgreina Akureyri sem borgarsvæði. Árið 2020 samþykkti stjórn síðan SSNE áhersluverkefni borgarhlutverk Akureyrar. Megin markmið verkefnisins var að móta borgarstefnu fyrir Akureyri og skilgreina svæðisbundið hlutverk staðarins sem stærsta þéttbýlis utan höfuðborgarsvæðisins og var gengið til samninga við Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri eða RHA í tengslu við vinnuna. Í kjölfarið ákvað samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að koma að málinu og vildi skipa starfshóp sem myndi samþætta áhersluverkefni SSNE annars vegar og áherslur í byggðaþróun sjálfbæra þróun sameiginlega stefnumörkun fyrir landshluta og sérstöðu Akureyrar sem stærsta þéttbýlis utan höfuðborgarsvæðisins. Við Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri sátum í starfshópnum fyrir hönd Akureyrarbæjar, Elías Pétursson bæjarstjóri Fjallabyggðar og Kristján Þór Magnússon sveitarstjóri Norðurþings sátu fyrir hönd SSNE og formaður hópsins var Birgir Guðmundsson, dósent við Háskólann á Akureyri en hann var fulltrúi ráðherra. Með hópnum störfuðu þau Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, Reinhard Reynisson, sérfræðingur hjá þróunarsviði byggðastofnunar, Baldvin Valdimarsson, sviðsstjóri atvinnu- og byggðaþróunar hjá SSNE, Arnar Þór Jóhannesson og Hjalti Jóhannesson, sérfræðingar hjá RHA. Ég vil nýta tækifæri hér með og þakka öllum þessu fólki fyrir sín góðu störf. En skýrslan í rauninni byggð á fræðilegum heimildum, sögulegu gögnum og könnunum og viðtölum sem voru tekin sérstaklega fyrir þetta verkefni. Hitan og þungan af þeirri vinnu bar starfsfólk RHA en auk þess sem að þeir nutu fulltingi sérfræðinga frá Byggðastofnun og SSNE. Efnistök, túlkanir og tillögur eru þó á ábyrgð starfshópsins. En það má segja að niðurstaða starfshópsins hafi ekki verið að reyna að vinna gegn þeim hnattrænu búferlastraumum sem felast í sókn fólks í búsetu í borgarsamfélögum. Þvert á móti var niðurstaðan að nýta þá strauma til hagsbóta fyrir sjálfbæra byggð í landinu öllu með því að skilgreina Akureyri og nærliggjandi byggðir sem annað borgarsvæði til viðbótar við þá erkiborg sem höfuðborgarsvæðið er. Með þessu eiga styrkjast búsetukostur og lífsgæði á landsvæðinu öllu og leið val ólíka borgarsvæði til að efla Ísland sem búsetu valkost gagnvart útlöndum. Skýrslan slær að þessu leyti nýjan tón í umræðunum byggðamál á Íslandi og skorar á hólm þá stefnu að á Íslandi sé aðeins ein erkiborg eða eitt erkiborgarsvæði og síðan landsbyggð með smærri þéttbýliskjörnum sem hver sig nær ekki að búa til borgarsamfélag af því tagi sem eftirspurn eftir. Með því að byggja upp annað borgarsvæði dreifist byggð í landinu og búseta og áhrifasvæði borgarinnar eflist rétt eins og fólk þekkir frá höfuðborgarsvæðinu. Aðaltillaga starfshópsins er svo hljóðandi. Akureyri með bakland í nærliggjandi svæði verði í byggðastefnu stjórnvalda flokkuð sem svæðisborg með skilgreinda ábyrgð og skyldur sem þjóni íbúum og atvinnulífi í landshlutanum og eftir atvikum á landsvísu. Akureyri verði þannig sérstakt byggðastig milli höfuðborgarinnar og stærri þéttbýliskjarna á landsbyggðunum
og fái þannig aukið vægi í samskiptum við ríkisvaldið og hvað varðar almenna þjónustu við landshlutann í heild sinni. Þetta nýja byggðarstig mun auk hefðbundinna hlutverka stærri þéttbýliskjarna bjóða upp á ýmsa þjónustu, mannlíf og menningu sem skarast á við hlutverk höfuðborgarinnar. Nokkur áhersluatriði voru lögð fram til stuðnings þessari aðaltillögu. Í flokknum til dæmis samgöngumál, að reglulegt millilandaflug fari í fastan farveg sem fyrst, stjórnvöld tryggi að áframhaldandi uppbygging og að framlög séu næg til að tryggja aðra flugtengingu inn í landið, raforka, ágreiningur flutningsleiðir sem tryggi afhendingaröryggi verði leystur, menning, að formfest verði með lögum að hlutur Akureyrar í heildarframlögum til menningamála sé í einhverju samræmi við áhrifasvæði svæðisborgarinnar og mikilvægi hennar þannig virt í verki. Þetta gæti til að mynda falist í tvöföldun á framlögum til MAK. Norðurslóðir, skilgreind verði þau verkefni og þá fjármagn sem fylgir þeirri viðurkenningu stjórnvalda að Akureyri sé miðstöð norðurslóðamála á Íslandi, Háskólinn á Akureyri og stofnanir innan málaflokksins á háskólasvæðinu, efli samvinnu og sýnileika. Stjórnsýsla ríkisins verði efld á Akureyrarsvæðinu og skoða verði að staðsetja nýja starfsemi á vegum ríkisins þar, samhliða því sem haldið verði áfram á þeirri braut að skapa störf sem eru óháð staðsetningu. Háskólanum á Akureyri og framhaldsskólanum á svæðinu sé tryggt nauðsynlegt fjármagn til rekstrar og aukins fjölbreytileika í námsframboði. Sjúkrahúsið á Akureyri verði gert að háskólasjúkrahúsi. Aukið samstarf verði milli Akureyrar og annarra sveitarfélaga varðandi félagsþjónustu og unnið að víðtækari útfærslu á notkun velferðartækni og áhrifasvæði svæðisborgarinnar og varðandi öryggismál að starfsemi lögreglu eða sérsveitar verði efld samhliða vaxandi borgarsvæði og hafin undirbúningur að byggingu eða opnun fangelsis að nýju. Það er hægt að lesa skýrsluna í heild sinni en hún er hugvekjandi hvernig við viljum sjá skipulag byggðamála á Íslandi. Við vitum það nú þegar að 64% landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu og 79% á áhrifasvæði höfuðborgarinnar milli hvítanna tveggja. Við erum aðeins 21% landsmanna sem búum utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar og yfir helmingur þeirra býr á Norðurlandi eystra, sem að undirstrikar að sérstöðu þessa landshluta og þar með talið síðan Akureyrar. En í hvítbókum byggðamál sem eru drög að stefnumótandi byggðaáætlun til 15 ára og aðgerðaráætlun til 5 ára, hún fór í samráðsferli núna í vor og sumar en fékk ekki afgreiðslu á þingi fyrir kosningar og býður þannig nýs þings að taka afstöðu til hennar. Það sætir þó tíðindum að í henni kemur fram undir því markmiði að stuðla sjálfbærni byggða allt land og þar stendur með leyfi forseta: greindir verða styrkleikar einstakra svæða og unnið með þá og gætt að samspili þéttbýlis og dreifbýlis í þeim tilgangi að byggja upp fjölbreytt sjálfbær byggðalög. Í því felst meðal annars að móta stefnu sem skilgreini annars vegar hlutverk Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins og hins vegar hlutverk Akureyrarsvæðisins í byggðaþróun í landinu. Þetta markmið leiðir okkur að lið C4 sem kallast borgarstefna í hvítbókinni í byggðamálum, en markmið hennar er að skilgreina og efla hlutverk stærstu þéttbýliskjarnanna í byggðaþróun landsins. Í lýsingu á verkefninu stendur með leyfi forseta: annars vegar verði mótuð stefna sem skilgreinir hlutverk Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar allra landsmanna og stuðla að aukinni alþjóðlegri samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og þar með landsins alls. Hins vegar verði mótuð stefna sem skilgreinir hlutverk Akureyrar sem stærsta þéttbýliskjarnans á landsbyggðinni og stuðla að uppbyggingu borgarsvæðis á grunni Akureyrar sem geti boðið upp á fjölbreytileika í þjónustu, menningu og atvinnutækifærum sem í dag er einungis að finna á höfuðborgarsvæðinu. Með það markmiði að jafna búsetuþróun innanlands og styrkja þannig samkeppnishæfni landsins alls. Mótuð verður heildarstefna hlutverk þessara svæða gagnvart byggðaþróun í landinu. Ábyrgð á þessu verkefni ber samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, en framkvæmdaraðilar eru aukaráðuneytisins, Reykjavíkurborg, samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Akureyrarbær og samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Ég geri því ráð fyrir því að það efni sem nú er þegar til með skýrslu þessa starfshóps komi til með að skipta töluverðu máli í þeirri vinnu sem framundan verði hvítbókin samþykkt. Að lokum kannski þetta: Akureyrarsvæðið og höfuðborgarsvæðið gegnir ákveðinni sérstöðu í íslensku byggðamynstri.
Þeirri stöðu fylgir að mínu mati bæði ábyrgð og skyldur sem nauðsynlegt að ræða hvernig skal fjármagna og hlúa að til lengri tíma. Í þessu samhengi tel ég mikilvægt að bæði höfuðborgarsvæðið og Akureyrarbær og nágrenni hugi að heildarhagsmunum landsins alls og landsbyggðanna heildarhagsmunina. En ég vona að vinna starfshópsins sé ein varða á þeirri leið í að umbylta hugsun okkar íslenska byggðaþróun. Og að lokum legg ég til bókun sem svo hljóðandi: Bæjarstjórn Akureyrarbæjar tekur undir niðurstöðu starfshóps sem skipaður var til að skilgreina svæðisbundið hlutverk Akureyrar og þá aðaltillögu sem þar var lögð fram. Þá lýsir bæjarstjórn yfir ánægju sinni með markmið C4 borgarstefna í hvítbók byggðamál og hvetur Alþingi til að samþykkja markmiðið og hvetur samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið til að hefja hið fyrsta vinnu við umrædda heildarstefnu í samvinnu við Akureyrarbæ og SSN. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara neitt nánar yfir þetta mál, þannig lagað. Bæjarfulltrúi Hilda Jana hefur gert það með ágætum. Þetta er afar mikilvægt mál fyrir Akureyrarbæ og ég held að þetta sé líka mjög mikilvægt fyrir þetta svæði sem við erum að tala hér það er Norðurland og hluti af Austurlandi. Og ég held að þetta snúist að stóra hluta til það hvort að við ætlum að halda einhverju byggð í landinu utan höfuðborgarsvæðisins. En það er kannski tvennt sem við þurfum þá að hafa í huga. Fyrsta lagi þá má þessi skýrsla ekki verða skúffuplagg. Og þá er stóra spurningin hvað ætlum við að gera til að koma innihaldi hennar og þeim tillögum sem þarna eru í svona bara hreinlega aðgerðar áætlun að hálfu Alþingis og ríkisstjórnar. Við erum að hvetja til þess í þessari bókun en við þurfum að gera meira til að ýta undir að það verði gert. Flestu atriði sem eru tilgreind þarna eru atriði sem við höfum verið að berjast fyrir hérna undanfarin bara áratug og jafnvel örugglega mun lengur. Sumt af þessu er að koma til framkvæmda núna sem betur fer. En það þarf hins vegar kannski ég held að við þurfum hins vegar að leggja upp eitthvað aðgerðaplan, eitthvað áráðsplan bara til að fylgja þessu eftir. Og svo er eitt sem ég langt til að nefna í samvætið skýrslunum. Við höfum orðið vör við það að fyrirtæki eru svona að leita hófana með að flytja starfsemi hingað einhverju leyti, jafnvel öllu leyti. Og ein ástæðan fyrir því er sú að það er þessi náttúruvá sem er þarna á suðvesturhorninu. Og það mætti hamra dálítið á því að við erum á tiltölulega öruggu svæði miðað við aðra svona stóra þéttbýliskjarna á landinu. Og það eru rök fyrir því að hafa til dæmis aðra gátt inn í landið ef að hin lokast og þannig koll að kolli. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að lýsa ánægju mína að þessi skýrsla skuli hafa verið unnin og þetta plagg sem við erum nú komið í hendurnar vegna þess að ég tel þetta vera afar mikilvægt plagg fyrir okkur bæjarfulltrúa hér og ekki síður fyrir þá ágæta fólk sem situr á Alþingi vegna þess að þetta er í rauninni svona kannski bara eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á réttilega, þetta er hugvekjandi byggðaþróun í landinu og þetta er bara mjög svona, þegar ég fór að lesa þetta þá svona fær maður betur sýn á hvernig þetta allt saman hefur verið. Við sjáum í skýrslunni ef ég man rétt að Reykjavík var skilgreind sem borg með 7.000 íbúa. Við erum að tala hvort að Akureyri verið skilgreind sem borg núna með 20.000 íbúa og hér erum við með í nágranna sveitarfélög hér allt í kringum okkur og oft er það til að mynda eins og kemur fram í skýrslunni borg í Sviss sem var skilgreind sem borg með þá svæði allt í kring og við erum þá að tala um einhvert upptökusvæði hér sem er á innan klukkutíma fjarlægðar frá Akureyri geti verið 30.000 íbúar.
ef ég maður rétt töluna, það er kannski ekki alveg rétt, en það er svo sem skiptir ekki máli. Ég held að þetta sé mikilvægt fyrir okkur í rauninni að við nýtum okkur þessa skýrslu og eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á að við séum þá að ýta á eftir þessu. Við erum svo heppin að það er ansi mikið af því fólki sem hefur verið að starfa með okkur hér í sveitarstjórnarmálum á þessu svæði komið inn á Alþingi og á Alþingi sem að við getum þá svona fylgt eftir og látið þau vita að þetta okkar baráttumál. Ég legg mikla áherslu á það að Akureyrarbær verði skilgreind sem svæðisborg og eitt af því sem að við getum tekið sem að myndi skila okkur eitthvað með fljótvirkastum hætti, það væri það að það yrði aukin við styrkur til menningarstarfsemi hér á Akureyri og við gætum í rauninni styrkt þessa starfsemi sem rekin hér í Hofi. Þar eru vaxtar möguleikar eins og kemur fram í skýrslunni og það eru svo bara leið og við náum að ýta því upp, þá gerir þetta okkur sannarlega borg. Við höfum marga þætti eins og skólamál og við erum með félagsþjónustuna eins og rækir í skýrslunni. Við þurfum líka að huga vel að norðurslóðamálunum og svo erum við nú að sjá fyrir okkur að rafmagn sé að komast á og frá með Hólasandslínu, en það þarf líka þá að berjast við því að Blöndulína 3 komist inn á svæði þannig að við séum orðin trygg með rafmagn, þannig að við getum svona elt þetta svæði enn frekar, þannig að við erum að fá millilandaflugvöll og svo lengi mætti telja, þannig að það er lag núna til þessi rauninna fyrir alla landsmenn, fyrir allt landið að breyta svolítið þannig að við snúum kannski aðeins þróuninni við. Við sjáum það alveg í þessari mannfjölda þróun sem spáð, ef við notum það sem spá fyrir 10 næstu ár, þá sjáum við það að ef fjölgun svipuð eins og hefur núna síðustu ár, þá sjáum við það að það mun alltaf fjölga á þessu horni sem frá Hvítá að Hvítá. Þannig að við erum að sjá þarna, þetta verður í rauninni, þetta erfið barátta og við þurfum í rauninni að reyna að snúa þessu við með öllum mögulegum eins og við getum og við þurfum þess vegna að styrkja Akureyri. Það er svo merkilegt í þessari skýrslu sem maður les líka, þessar tilraunir sem gerðar hafa verið, þær hafa oft dagað uppi vegna þess að það hefur ekki verið nógu mikil, menn hafa verið kannski að vilja fá þetta í sína heimabyggð líka og svo framvegis, en núna finnum maður alveg það innan SSNE að það er samstaða það að Akureyri verði svona mótvægi við höfuðborgarsvæðið og ég held að landsbyggðin sé öll að fatta það að ef við ætlum ekki öll að búa á þessu svæði þarna frá Hvítá til Hvítá þá verði Akureyri síðasta hálmstráið til þess að núa þeirri þróun við. Það er mín skoðun. Ég ætla líka að leyfa mér bara í pontu hér að hrósa Hildi Jönu bæjarfulltrúa fyrir hennar störf í þessu vegna þess að hún náttúrulega sem formaður SSNE hefur haldið þessu máli, okkar máli, vel á lofti innan samtakana og það hefur leitt til þess í rauninni að þetta er komið þannig farveg sem þetta er í dag, vil ég meina, vegna þess að það var samstaða innan SSNE þetta og það er mjög mikilvægt að SSNE sem eru samtök sveitarfélaga á þessu svæði séu samtaka í þessu. Og það held ég að hún eigi stóra hlut að máli, bara þannig að það komi fram. Ég held líka sé mikilvægt að hrósa líka þá ráðherra fyrir það að hafa tekið þessa skýrslu og látið gera þessa skýrslu vegna þess að það er mikilvægt og ég kannski bara hálfti hvoru vona það að sá sami ráðherra verði áfram með samgöngu- og sveitarstjórnarmálin þannig að það sé hægt að fylgja þessu máli eftir. Og við tryggjum það að það verði unnið með þessa skýrslu og svo bókun sem við erum að setja frá okkur hérna varðandi hvítbókina að það ná í gegn á Alþingi. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Valdimar Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur við máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og mamma. Ég vil byrja á því að taka undir eiginlega bara flesta því sem hér hefur verið sagt en ekki síst hrós til bæjarfulltrúa Hildi Jönu fyrir hennar vinnu í þessu og svona hrós og þakkir má segja til sveitarfélagana í kringum okkur sem hafa stutt þessa hugmynd af því ég held að það hafi verið gríðarlega mikilvægt og raun og veru hefði þetta ekki gerst á þess að við hefum stuðning sveitarfélagana hérna á Norðausturlandi. En mér langaði bara svona aðeins til þess að nefna að við erum að fagna þessu, okkur finnst þetta frábært og ég er alveg sammála því, ég held að þetta sé það eina sem getur komið í veg fyrir í raun og veru að
Ísland verði svona borgríki með einni borg og ég held að sé mikilvægt fyrir bara landið allt og landsbyggðirnar og þetta séu heildarhagsmunir. En við þurfum líka alveg að vera með opin augun það að þetta ekkert bara æðislegt fyrir Akureyringa. Það ekkert allir Akureyringar sem langar til að búa í borg og mér finnst alveg vert að nefna það að þetta líka svona ákveðna fórnir á okkar hálfu. Ég meina að tala að þurfa að auka löggæslu og það bara vegna þess að borgum fylgja ákveðin vandamál og sama með millilandaflugið, ég meina það rosa fínt sko en ég meina það gæti orðið viðbrigði að hafa mikið flug hérna í kringum okkur. Þannig ég vildi bara svona draga það fram að þetta ekkert bara æðislegt, þú veist, allt hefur sína kost og galla og ég vildi kannski sérstaklega nefna að fyrir okkur bæjarstjórn Akureyrar þá sé ég þetta sem svo litla áskorun í skipulagsmálum. Við þurfum virkilega að hugsa hvaða áhrif þetta hefur á íbúafjölgun hérna og hvernig við ætlum að bregðast við henni. Á sama tíma og ég ætla að segja líka þetta áskorun í vangaveltum sameiningar sveitarfélaga hérna í nágrenninu. Af því að þó maður sjá þetta ekkert fyrir sér að þetta, þú veist, við verðum stórborg eftir 10 ár, ég ekki að tala það, en það okkar hlutverk að hugsa fram í tímann, þannig að ég vildi bara svona rétt draga þetta upp að þetta eitthvað sem við þurfum svolítið að svona hafa í huga þegar við erum að skipuleggja okkar svæði og sama, ég meina, þú veist, þurfum við að spögla í því hvernig sveitarfélagamörkin verða síðan, hvort að það eitthvað sem kannski ekki alveg það sem við erum að fara að hugsa í næstu viku, en það eitthvað sem við þurfum á endanum að hugsa. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir kynninguna á skýrslunni og vinnuna við skýrsluna og þakka henni fyrir hönd hópsins. Mjög áhugaverð skýrsla og bara skemmtileg. Til dæmis allar þessar vangaveltur eins og hefur komið fram með eðli borga og hlutverk þeirra og eins og hefur líka komið fram að þá náttúrulega erum við hérna á Akureyri nú þegar búin að taka á okkur að töluverðu leyti hlutverk borgar eða svæðisborgar og til dæmis varðandi félagsþjónustu, menningu og framboð á íþróttum eins og við þekkjum. Við erum að bjóða hérna upp á 30 og eitthvað íþróttagreinar og erum að bera það uppi að vissu leyti hérna á svæðinu og eins og bæjarfulltrúi Sóley nefndi að það varðandi samvinnu og mögulega sameiningu sveitarfélaga að þetta þarf allt að spila saman. Við getum ekki staðið undir þessu ein til lengri tíma. Miklu hærra þjónustustigi heldur en er í kringum okkur nema að fá einhvern stuðning til þess. En mér langar líka aðeins að fjalla hérna suma af þessum áhersluatriðum sem eru nefnd í skýrslunni og ég get alveg tekið undir það sem kom fram hérna áðan að menningin er ákaflega mikilvæg og kannski það sem að svona á endanum gerir bæ að borg. En ég vil líka nefna samgöngumálin, bæði þá hérna innan svæðis og til höfuðborgarinnar sem hefur kannski ekki gengið nógu vel að efla landsamgöngur til höfuðborgarinnar eins og nefnt í skýrslunni og við þurfum virkilega hjálp stjórnvalda við að bæta úr því með einhvers konar heildarhugsun frekar en að rýna á einhverja staðbundna hagsmuni, jafnvel ímyndaða, það sem að ég held að sé á misskilningi byggt oft. En þó að ég starfi í raforkugeiranum þá vil ég segja að jú, vissulega mikilvægt að fá hingað raforku, meiri raforku, tryggari raforku, en ég held samt að við getum alveg deilt þeirri auðlind og jafnvel eftirlátið minni bræðrum okkur hérna á Norðurlandi og Austurlandi þau stóru tækifæri sem að felast í einstökum atvinnuverkefnum sem að eru orkufrek. Bara nefni sem dæmi gagnavera á Blönduósi sem að hefur verið veruleg lyftistöng þar og atvinnuuppbygging á Bakka við Húsavík sem að byggist á raforku og reyndar fleiri
fleiri auðlindastraumum má nefna og svo að sjálfsögðu álver á Austurlandi. En hér á Akureyri menning, menntun, heilbrigðismál, stjórnsýsla. Þetta eru held ég þau 4 svið sem að við getum byggt mest og sterkast á til að halda áfram að þróa Akureyri yfir í að minnsta kosti svæðisborg á Íslandi. Og mér langar líka að nefna það sem að varðandi það sem að bæjarfulltrúi Sóley nefndi, sko að þetta eru það áskoranir fyrir okkur, skipulagsmálum vissulega og það hvort að einhver hluti Akureyringa kæri sig ekki að búa í stærri og þéttari borg með flugvélar að taka á loft klukkan 6 á morgni og svona. Ég hef mikinn skilning á því sjónarmiði, ég er mjög svefnstyggur. En þá verðum við líka að hugsa þetta út frá hagsmunum landsins í heild, að við erum að reyna að búa hérna til einhvers konar matseðil, þar sem er ein stór og öflug borg og svo ein miðlungsstór eða minni og svo smærri staðir og við erum þá kannski óhjákvæmilega að segja að fólk sem vill búa í 3.000 eða 5.000 manna bæ ætti að hugleiða að vera á Húsavík eða Ísafirði en ekki hér. Stefnan okkar er að Akureyri verði ekki þannig staður eftir 10-20 ár, heldur þróttmeiri og virkari, meira lifandi. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski að því mér finnst þessi umræða náttúrulega brjálæðislega spennandi. Og mér finnst líka, ég er mjög mikinn áhuga á hugtökum og hugtakanotkun og hvað þýða ákveðin hugtök. Og það hefur komið kannski á óvart að hugtaki borg hefur mismunandi ímynd hjá ólíku fólki. Og ég hef einmitt heyrt þessi viðbrögð. Já, við viljum ekkert vera nein borg með tilheyrandi háhýsum, hraða, hávaða, glæpum og svo framvegis. En ég leyfi mér allavega að segja að borgir eru ansi ólíkar. Þetta snýst í mínum huga og snýst það að Akureyri gegnir nú þegar ákveðnu borgar hlutverki. Hvað sem okkur síðan finnst það, í merkingunni aðgengja þjónustu og sem svona kjarni á tilteknu svæði. Það hins vegar hefur ekki verið formfest, skilgreint né fjármagnað. Þannig að það eru svona þeir þættir sem snúa að þessu skipulagi og þessari ákvörðun í samvinnu við ríkið ætlum við að hafa þetta þannig sem að við höfum í rauninni sem bæjarstjórn og bæjarfélag þróað okkur yfir í rauninni að vera og vera kannski eini valkosturinn í því. En hvernig borg viljum við vera allt annað mál. Við gætum ákveðið að við viljum vera hæglætisborg, til dæmis. Við gætum ákveðið að við viljum vera allt öðruvísi borg heldur en Reykjavíkurborg. Að því að borg fyrir mér, við höfum flest ferðast alls konar litlar og stóra borgir og þær eru ansi ólíkar hver sig. Þannig að það firrar okkur í rauninni ekkert ábyrgðin á því að móta hvers borg við viljum vera. Hvort sem við erum bæri eða borg eða kaupstaður eða sveit eða hvað sem við erum. Þannig að fyrir mér þetta snýst við erum nú þegar orðin ákveðið borg. Við gegnum ákveðnum og ættum að gegna ákveðnum ábyrgðum og skyldum. Það þurfum við þá ríki og sveitarfélög að vera sammála og síðan hvaða hlutverk og ábyrgð. Því í rauninni hefur til dæmis hlutverk og ábyrgð Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar Íslands aldrei verið skilgreint. Og það tengist meðal annars umræðum flugvöllin í Vatnsmýrinni. Svo við tökum bara svona eitt af þessum sjóðheitum málum sem að snýst þetta borg fyrir þá sem þar búa eða er hún höfuðborg með einhverju tilgreindri ábyrgðir og skyldum gagnvart fleirum en þeir sem þar búa. Og þetta þurfum við eiginlega, finnst mér, meira að hugsa þar að segja eins og kannski bæjarfulltrúi Andri var að nefna, hver ætlum við að vera í samvinnu og samstarfi við nágranna okkar. Viljum við með einhverjum hætti skipuleggja okkur þannig því að hugmyndin svæðisborg á auðvitað að skila nágrönnum okkar líka ávinningi. Þannig að þeir sem vilja kannski búa, segjum í 1000-2000 manna samfélagi en vilja vera í nálægð við tiltekna þjónustu eða afþreyingu og annað, þeir hafi valkost. Við sjáum hvað hefur gerst á vesturhorninu, við sjáum
Selfoss, Hveragerði, Reykjanes, Akranes, Borgarnes þróast með tilteknum hætti vegna nálægðarinnar. Þannig að sko okkur hefur mistekist ef að niðurstaðan af þessum hugmyndafræðum svæðisborgina gagnast síðan bara póstnúmerum 600 og 603. Það er í mínum huga ekki pointið. Og síðan verður áfram okkar að skilgreina þá hvernig borg og ég er spennt fyrir hugmyndum hæglætisborg og við séum meira svona sveitaborg þó að þjónustan sé fyrir hendi og löggæslan hún fylgir því ekki að það sé einhver sérstök þörf af því að það er að skilgreina ábyrgð og skyldur þessa svæðis, hún tengist þörfunum nú þegar vegna þess að hún hefur í rauninni nú þegar þetta hlutverk og þar hefur dregið úr þjónustu. Skilgreiningin er bara ekki fyrir hendi. Akureyri er eins og allir aðrir þéttbýliskjarnar á Íslandi hvað varðar ábyrgð og skyldur í huga ríkisins. Þannig að það er það sem að mér finnst umræðan eiga að snúast um. Síðan langaði mig að nefna því að bæjarfulltrúi Gunnar fór að tala í rauninni náttúruvá og þess háttar. Og þetta var einmitt rætt sérstaklega hérna í skýrslunni og mér langaði bara aðeins að vitna í að sko sem tengist eiginlega báðum þessum hugræningum. Það er að segja að svæðisborgin yrði formlega skilgreind í byggðastefnu stjórnvalda með nokkuð hærra þjónustustig og fjölbreytni en megin kjarnar landshluta og að svæðishlutverki skarðist á ýmsum sviðum við það sem hefur til þessa fallið undir höfuðborgarhlutverkið. Þannig felur tillagan í sér að Akureyri eða Akureyrarsvæði verði hin borgin í landinu eða það sem að sums staðar er kallað second city með þeim skildum og réttindum sem því fylgjar. Skildurnar felast í þjónustu og stuðningi við byggðirnar á áhrifasvæði Akureyrar en réttindin felast í skýrara tilkalli til sameiginlegra gæða landsins til þess að geta staðið undir nauðsynlegri fjölbreytni og skildum. Leið þá fær hin borgin, Akureyri, einnig nýtt hlutverk. Það er að segja að vera eins konar varaborg sem getur tekið að sér ýmis hlutverk ef sú staða kæmi upp að höfuðborgin yrði tímabundið óvirk af einhverjum ástæðum, til dæmis vegna náttúruhamfara eða ófriðar. Þannig að við þessu er hreyft, en ég tek einnig undir með þeim sem hérna hafa talað, kannski er þetta svolítið óskýrt fyrir þeim sem heyrir bara orðið svæðisborg og bara, hvað allar Davíð nú að þykjast vera Golíat, ha ha ha. Og en hugmyndafræðin eru þetta skilgreindar ábyrgð og skyldur í þróun byggðamynsturs á Íslandi. Og til þess að allt sem að þessu fylgir, hvað sem það tengist menningamálum eða öðrum málum, þá þarf að taka þessa ákvörðun. Og það þarf að vera sameiginleg ákvörðun ríkisins og sveitarfélagsins. Við höfum í rauninni einhvern veginn þróast í þessa átt. Ef að það er síðan ekki vilji ríkisvaldsins til þess að við séum að þróast í rétta átt, þá getur það auðvitað haft síðan áhrif á þær ákvarðanir sem við tökum. Eigum við að vera að verja fjármunum í tiltekið hlutverk sem okkur er ekki ætlað. Það finnst mér vera svolítið, og þurfum við þá að fara að bakka. Við vitum að fjárhagsstaða Akureyrarbæjar er ekki góð og að hluta til mögulega tengist því að við séum að taka að okkur meira hlutverk en ætlast er til á okkur og mér finnst það vera dálítið lykilatriði. Vill ríkið og við halda áfram í þeirri vegferð, hvernig ætlum við að skilgreina það, hvernig ætlum við að fjármagna það og hvernig ætlum við að þróa það, eða þurfum við að bakka. Mér finnst þetta eiginlega meira spurningin hvort við þurfum að bakka heldur en að við séum að fara í eitthvað spýtgýr í eitthvað gjörólíkt samfélag eftir korter. Þannig að ég vildi aðeins undirstrika svona þennan skilning minn á því sem við erum að gera. Ég held að þetta sé það sem við viljum vegna þess að þannig höfum við þróast, en nú þurfum við mótspilarana og meðspilarana og svæðið er sammála. Núna er boltinn svolítið hjá ríkinu, en ég er líka sammála því sem bæjarfulltrúi Gunnar sagði, að það er svolítið okkar að halda þessu á lofti og ræða þetta þannig að fleiri öðlist kannski meiri innsýn í hvað það er sem við erum að meina. Það var enginn að skrifa hugmynd að Akureyri borg og aðgerðaráætlunin væri
umferðaröngþveiti, mengun, stress og leiðindi, þú veist. Það er auðvitað mjög galið ef einhver heldur það, þó að það séu tilfinningaleg viðbrögð sumra við þessari hugmynd. Þannig ég hvet okkur öll til þess að eiga í þessu samtali, bæði við hvort sem það eru bara allstáðar, hvort sem eru í fjölmiðlum eða á kaffistofum, vegna þess að ég held að þetta skiptir sköpum líka fyrir þær ákvarðanir sem við þurfum að taka þá í framtíðinni í rekstri þessa sveitarfélags. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar til að orða hérna örlítið einn þátt sem að kom fram á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga í síðustu viku, þar sem var að fjalla rekstur sveitarfélaga. Það er nefnilega sömu skyldur sem hvíla á öllum sveitarfélagum þjónustu við fatlaða, við þá sem standa verr að vígi og þar fram til götum. Og maður veltir í stundu fyrir sér, og það kom þarna upp vangavelta, sko, þessi skylda er í öllum sveitarfélagum, en það lítur út eins og það sé bara sum sveitarfélag sem ber þessi skyldu. Akureyrarbær er eitt þessara sveitarfélaga. Við höfum verið til dæmis að samþykkja viðauka í fjárhagsáætlun á þessu ári, innan 2 sinnum og jafnvel 3. skipti núna bráðum. Og allt snýst þetta viðauka vegna barna sem eru mikið fötluð eða þurfa mikið stuðning í leik eða grunnskóla. Og þessi börn að koma úr öðrum og minni sveitarfélögum. Og maður veltir í stundu fyrir sig, sko, af hverju safnast fólk frekar saman hér á Akureyri og jafnvel í Reykjavík, og það þá ekki vegna þess að hér þjónusta í boði. Og af hverju þá ekki bara öll sveitarfélög með þessa þjónustu í boði? Og þetta er hluti af því sem við erum að fjalla hérna þegar við erum að tala svæðisborgina. Vegna þess að það sko, við erum nú þegar komin í þá stöðu að vera að sinna stór hluta af þeim hlutverkum sem þarna er verið að fjalla um. Það þá ekki alveg eins gott bara að viðurkenna það. Þegar maður skoðar til dæmis hlutfallslega skiptingu skatttekna á málaflokka, þá sjáum við það munstri á Akureyri bara nokkuð það sama eins og hjá Reykjavíkurborg, eins og bæjarfulltrúi Guðmundur nefndi áðan. Ef ég man rétt, það er félagsþjónustan, það eru íþróttamálin og það eru menningamálin sem taka stærri hlut af þessari köku hér og í Reykjavík heldur en almennt gerist í öðrum sveitarfélögum. Af hverju það? Það af því að hér er verið að veita þjónustu sem virðist ekki vera veitt annar staðar, þó það sé skylda að veita. Og ég held að sko, svo sem var að reyna að koma þessari umræðu á kreik á fjármálaráðstefnunni, við reyndar frekar litlar undirtektir, sko, var náttúrulega að benda á það að það virðist vera sem að sveitarfélög mörg hver séu bara hreinlega ýta þessum málum, erfiðum málum frá sér og þá eiga þessi stærri að grípa málið og standa undir það. Og það er bara hreinlega ekkert sanngjarnt í eðli sínu ef maður fer að velta þessu fyrir sér. Og þá getur maður farið að velta á vöngum, sko, ef að sveitarfélög bera þessa skyldu, af hverju þá ekki gengið eftir því að þau gerir það? Bara með ákveðnari hætti en gert í dag. Ég held reyndar að það verði vonlaust, en ein leið til að mæta þessu er að skilgreina Akureyri þá með víðtækara hlutverk heldur en önnur sveitarfélög fyrir samhliða borgina. Og þar með erum við með öðruvísi fjárveitingar, þannig að við getum hreinlega staðið undir þessari þjónustu sem okkur er ætlað að veita. Þetta er ein mjög stór rök í þessu og bara vangavelta skyldur og réttindi sveitarfélaga. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforstjóra að taka við stjórninni. Gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég gat nú ekki komið upp
látið þessa umræðu fram hjá mig fara. Það er hins vegar allt komið fram og ég teki undir nánast hvert einasta orð sem hefur komið bara fram hérna hjá bæjarfulltrúanum. Og mér langar eins og aðrir að ég þakka Hildi Hönnu bæjarfulltrúa sérstaklega fyrir hennar starf í að halda þessu máli á lofti og eiginlega stýra þessu í þann farveg sem það fór og ná þessum árangri. Því að ég held að þetta sé alveg svakalegur árangur. Við erum búin að vera að tala um þetta í mörg ár. Að við höfum verið að þróast sem þessi önnur borg eða þetta stóra og öfluga sveitarfélag sem á að sinna þjónustu fyrir stærra svæði. Og að því að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var einmitt að nefna þetta þó skyldur sveitarfélag. Við höfum allt skyldur til þess að sinna öllum okkar borgurum og þeim þörfum sem þær kunna að koma upp. En ég held samt að ég sé allavega fyrir mína parta, ég held að sé skynsamlegt fyrir okkur sem þjóð að veita ekki alla þjónustu á öllum stöðum. Það hljóti að bara vera okkur ofviða hvað varðar kostnað. Og þess vegna sé enn mikilvægara að við séum að skilgreina hvert hlutverk hvers og eins, það er að segja borgarna, höfuðborgarna sem eins og bæjarfulltrúi Hilda hérna nefndi, að það hefur kannski aldrei verið almennilega skilgreint hlutverk Reykjavíkurborgar. En þau eru eins og við sem þessi hinn stóri aðili í gríðarlegum rekstrarvanda af því að þau eru með þungapakkan á svæðinu. Og það er kannski bara gott að blessa, þeir nættu bara að fá meira af okkar sameiginlegu sjóðum til þess að standa undir því. Og eins með þá Akureyri sem fyrir þetta svæði, Norðurlandið eða landsbyggðina. Og ég er ekkert viss um það að við eigum að fara í það að reyna allstaðar að veita einhverja brjálæðislega sérhæfða þjónustu. Við bæði höfum ekki mannafla til þess, né kannski fjármagn. Og þeim er betur varið að það safnist á færri og stærri staði. Og hvað varðar hvernig borg við gætum þróast í, þá er ég alveg sammála því sem hefur komið hérna fram að við getum ráðið því, hvort þetta verður borg með háhýsum, einmitt skipulagsmálin verða áskorun fyrir okkur, og með einhverju hraða, eða hvort við náum að þróa þetta þannig að þetta verði bara þessi huggulegi staður sem Akureyri er nú þegar. Það sem er stutt á milli staða og við erum borg 25.000 manns, eða 20.000, 30.000, það skiptir ekki máli eiginlega. Bæirnir hérna í kring geta alveg þróast og stækkað og orðið 5.000 manna sveitarfélög eða 10.000 manna sveitarfélög og við haldið okkar stærð. Það hefur kannski ekkert með það að gera heldur bara hvað þjónustu við erum að fara að veita fyrir stærra svæði og einmitt í menningamálum sem er svona low hanging fruit svo í sletti, að þar var ég auðvelt að koma til móts við þetta svæði með því að setja töluvert meira af okkar sameiginlegu sjóðum í það sem á félagsþjónustuna. Af því alveg svo Gunnar bæjarfulltrúi rakti að þá erum við nú þegar að taka á okkur stærra hlutverk líkt og Reykjavíkurborg. Og mér fannst hugmynd eða það sem kom hérna fram í máli bæjarfulltrúa Andra Teits að við erum að byggja upp með einhverju svona stefnu hlaðborð. Svo getum við sem þegnar landsins valið okkur hvernig stað við viljum búa á og hvaða þjónustu getum við gengið á hverjum stað. Það er minni þjónusta í minni sveitarfélögunum en við þurfum að hafa aðgengiðan í ekki allt og langri fjarlægð. Og þannig segi ég, þetta er svona fyrsta skrefi og við þurfum auðvitað að halda á svo lofti og við þurfum að komast yfir á næsta skref þar sem þetta verður gert að einhverju svona raunverulegri stefnu sem er fjármögnuð. Því ég held að það sé kannski í mínum huga það sem skiptir aðalmáli, við erum nú þegar að gera þetta en vanfjármögnuð að einhverju leyti sem kemur fram í okkar fjárhagsáætlun líkt og Reykjavíkurborgar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér máls, þá segi umræðum þannan lið lokið og þeir sem geta samþykkt bókunna sem Hilda bæjarfulltrúi las hérna upp í upphafi fundar eða upphafi þess máls gefmerki. Það eru 11, takk fyrir það og þá koma það síðasta lið á dagskrá og það er skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Gerð fjárhagsáætlunar stendur nú sem hæst og er í mörg horn að líta enda hefur furðulegt árferði vegna heimsfaraldurs sett strik í reikninginn og sniðið okkur ansið þröngan stakk. Mikil vinna fer nú fram með bæjarfulltrúum, suðstjórum og öðrum lykilstarfsmönnum sveitarfélagsins þar sem rýnt er í alla þætti í rekstrinum en
vinnu þarf að vera lokið núna á allra næstu vikum. Þriðjudaginn 12. október fengu sviðsstjórar kynningu og fjölmiðlaumfjöllun Akureyrarbæ síðasta árið og var ánægjulegt hversu fátt þar kom á óvart. Það er að segja að fréttaumfjöllun bæinn er með örfáum undantekningum afar jákvæð. Miðvikudaginn 13. október áttum við fund með fulltrúum frá Landsnet blöndunarlínu 3 sem var einstaklega áhugaverð og mikið tilhlökkunarefni þegar hér verður komið rafmagn úr öllum áttum. Og undir lok síðustu viku nýliðina helgi sat í hringborð Norðurslóða eða í Arctic Circle sem haldið var í Reykjavík. Ekki þarf að fjölyrða mikilvægi þess að Akureyrarbær haldi á lofti hlutverki sínu sem miðstöð norðurslóðastarfs á Íslandi og styrki enn stöðu sína á þeim vettvangi. Og ég held að það megi segja fullum fetum að þátttaka okkar skipti þarna miklu máli. Ríkisvaldið hefur rennt styrkari stoðum undir þessa stöðu sveitarfélagsins og við þurfum að sýna stefnufestu, einurð og dug og grípa tækifæri og setja fram langtíma áætlun það hvernig við ætlum að nýta okkur þessi tækifæri sem þarna liggja og sækja fram í málefni norðurslóða þar sem ótal möguleikar liggja til framtíðar og ekki síst þegar kemur að viðskiptum milli landana og þeirra svæða á norðurslóðum og síðan Akureyrar. Já, hér er margt í gangi og öflug fyrirtæki sem geta átt viðskipti á norðurslóðum. Við höfum ótrúlega mikið sameiginlegt með fólki á norðurslóðum, enda erum við búsett á norðurslóðum og við erum að takast á við sömu vandamálin hvort sem það er í Alaska, Akureyri eða í Noregi eða Finnlandi. Þannig að við megum alls ekki gleyma þessum þætti hjá okkur. Takk. Þá hefur bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 7. og 14. október, bæjarráð 4. og 14. október, frístundaráð 12. október, fræðsluráð 4. október, skipulagsráð 13. október, stjórn Akureyrarstofu 12. október, umhverfis- og mannvirkjaráð 1. október og hægt er að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. Það segi fundi slitið klukkan 8 mínútur í 5. Takk fyrir góðan fund.